Það mannbætandi að þekkja hann Þormóð. Afstaða hans til lífsins einstök sem má nærvera þessa andlega hugsandi manns. Hann hefur sannreynt mátt aðlögunaraflsins til dæmis þegar hann byggði húsið sitt tvíóta. Okkur lék forvitni á að vita hvað aðlögunaraflið væri. Það afl sem að laðar að manni í heiminum. Og ég heyrði fyrst þetta 2004 og fyrst fannst mér þetta of gott til að vera satt og ég hugsaði bara það getur ekki verið að maður geta bara hugsað eitthvað og eitthvað gerist. Það var svo fjarlægt mér. En svo kom þetta meira og þetta kom til mín úr öllum áttum. Og seinna svo kom myndin hérna The Secret og það var alltaf þetta sama, aftur og aftur. Og 2008, sem sagt 4 ára seinna, þá vildi ég bara fá að vita, virkar þetta í alvörunni? Og ég fór í ferðalag og ég var í 1 ár að ferðast Norðurlönd og Bretlandseyjar. Ég var bara með mótorhjól og gítarinn minn og tjald. Og ég fór í skóla þar, í einkaskóla í Bretlandi og ég var í klaustri í Skotlandi. Og eftir þetta ár sem ég var þar, þá var engin efi lengur og ég vissi bara, svona virkar heimurinn. Mér fannst það svo yndislegt að vita það. Og þegar ég kom heim, búinn að prófa hvað gerðist, þá segi ég, hvað gerist næst? Já, hérna, hús, byggðu hús, það verður gaman. Og ég fór og gerði hús hérna fyrir mig, eða fyrir okkur fjölskylduna. Og ég vissi bara að það átti að vera gott útsýni í því og það átti að spara orkur rosa vel og vera einhvern veginn indælt að vera inn í því og það kom frekar auðveldlega, myndi ég segja. Og þú byrjar líka svolítið með það ekki bara, það ekki eins og hefur legið okkur auð til þess að byggja þetta hús. Þú byrjar eiginlega bara dálítið með 200 tómar, eða ekki? Já, sko ári áður en ég byrjaði að byggja húsið, þegar ég kom heim, þá var ég bara meðvitaðrátt. Og það var beinlínis með 0 sko. Þá ætti ég bara gítarinn minn og mótorhjólið. En svo var það bara, notaði ég aðferðina og sá fyrir mig, og húsið bogið, til dæmis. Það mjög sérstakt, það svona bragga. Já, og eitt af því sem ég gerði, og það var þegar ég var að fara í Reykjavíkur og fór í Hvalfjarðargöngin og það var engin umferð, þá var ég stundum að keyrði á miðjunni inn í dúknum sem og hugsaði mér, hvernig væri að þetta veri stofa mín? Og fann tilfinninguna og náði í tilfinninguna og þetta virkar sko. Af því þegar maður næri tilfinninguna þá kemur veruleiki sem að rímar við það. Það að segja, þannig sem líður, þú munt laða að þér aðstæður sem láta þér líða eins. Og svo einmitt fyrir nokkrum ára síðan, 2-3 ára síðan, þá fannst mér að lenda á einhverju svona eins og einhverjum vegg eða ég var einhvern veginn komst ekki eins áfram eins og ég vildi. Og þá fekk ég mér ég náði mér í nám í þessum fræðum hjá Joe Vitale sem var í myndinni The Secret. Og hann búinn að votta mér sem leiðbeinanda í aðlögunaraflinu. Og hann búið að skrifa þetta í 100 ár. Það til rosa mikið efni þetta fyrirbæri. En það sem ég svona að bæta í þetta, það meira svona nálgun okkar sem Íslendinga vegna þess að við erum með í okkur svo mikið af föstum tilfinningum að því við erum búin að vera svo stutt síðan það voru bara kynslóðir eftir kynslóð sem fólk bjó bara í torfhúsum og var með mjög mikla hörku og það má ekki neitt. Fólk segir bara þú ert betri en enginn því það mátt ekki hrósa neinum. Og þegar ég að kenna þetta prógram og ég að deila þessu efni þá ég aðallega að hjálpa til með að fólk geti losað tilfinninguna sína, eða losað fengið innsýn inn í hvernig það og hvað það að gera og hvers vegna það gerir það sem það gerir og þaðan hægt að fara og búa til eitthvað sem það langar. Þetta aðlögunarafl ótrúlega merkilegt, finnst manni, ef ég held að margir hafi hugsað það, en kannski fáir máta sig við það, þorað að fara í að prófa í rauninni, prófa að máta það við sig, get ég að laða að mér, góða hluti sem fara að gerast í mínu lífi og hvernig ger ég það þá? Þú býður upp á, eða ekki, handleiðslu hérna á þessum fallega stað? Jú, og ég var með námskeið í sal sem ég var með bara í Reykjavík, en núna það bara komið á netið, þannig að það var bara upptökur, það upptökur og heimavinna og fólk fær e-mail og það getur fengið bara samtalstíma, bara símatíma í rauninni,
til að vinna með þetta. En þegar fólk heyrir þetta fyrst og þegar fólk horfir myndinni The Secret og svona, það sem gerist að innst inni þá veit maður þetta satt og þess vegna smellir þetta svo við mann og mann langar svo að þetta sé satt. En svo erum við bara svo broguð, sko. En sumir segja að rónarnir komu óorðið á brennivínið. Þessi sko siðspilltu og siðlausu fólki, þeir komu óorðið á velgengnina. Þegar þú ert að búa til eitthvað sem þið langar að gera, þá þarftu svolítið mikið að ekki vera að hugsa mikið hvað aðrir segja og þetta finnast þú eiga það skilið og hafi ekki gert neitt rangt. Og ef maður alveg siðblindur, þá þetta ekkert mál. En því, sko, minn besti hópur sem ég finnst best að þjóna, eða flottast með að þjóna, það eru þeir sem að sjá þetta og hugsa þetta verður flott fyrir Jónu Frænku eða þetta verður flott fyrir þenni hérna. Fólk sem setur alltaf einhvern annan fyrir framan og alltaf að hjálpa öðrum og alltaf einhvern veginn og aldrei með sjálfan sig í fyrsta sæti. Það eru þau sem að ég tengi best við því að þannig var ég, sko. Og því að við, sem sagt, við erum fólk sem að við þurfum að vinna virkilega í því að, sko, hvernig fer maður að því að fyrirgefa sjálfum sér og öðrum til að leyfa sér að vera í gleði, til að sleppa tökum, til að halda áfram, til að leyfa manni sjálfum að taka pláss. Hvernig fer ég því að leyfa mér að eiga skilið það sem mér langar. Við þökkum ykkur samverunni í kvöld og sjáumst að venju hress eftir viku. Kæra vina, viltu treysta mér?